Það var alveg bendahægt og það mjög merkilegur fyrirlestur komið í gang núna. Þú veist ekkert það. Rómantíska stefnan í bráðalækningum. Það Stefán Steinsson sem ætlar að flytja. Já. Ég þakka húsráðendum fyrir að bjóða mér að halda þessa tölu. Heyrið í mér? Þeir sem ekki heyra rétt upp hönd. Það stendur. Ég tók það ákvörðun á jólaföstu hlyti fyrirlestur að hafa meira vísdómsgildi en fræðsluefni. Nema hátíðarfyrirlestur sé og þó varla einu sinni þá. Það að segja ekki farið mjög djúpt í vísindaleg sannindi en heldur ekkert spaug. Þetta byggt á fyrirlestri. Hugmyndin kom fram við að hlýða á lestur hjá afmælisbarni morgundagsins sem notaði sögulegar tilvísanir til skírskotunar í vísindi sem hann þó kunni vel og greindi síðan ágætlega frá og nú liðin það bil slétt vika frá þeim atburði. Þetta ný hugmynd og ekki í fyrsta sinn. Þetta svolítið galli hvernig hluti af snilldinni fer á bak við einhver frímerki. Eiginlega hafði mér ekki dottið í hug fyrir að nota sögulega skírskotanir og hef ég þó oft gert það án þess að vera með eitt spaug eða í glasi. Á örstuttu ferðalagi til Vínarborgar, en þó gefandi, hafði mér dottið í hug að fjalla af töluverðum ákafa impact apnea eða eitthvað bráðatengt efni og hafa þá til hliðsjónar fyrirlestur sem ég fór á í London 2014 og APA eftir honum, kallað APA-fyrirlestur. En mér þótti þetta það efni frekar þungt svona fyrir jólabókaflóðið. Hefði þó notað tækifæri til að agitera fyrir London Trauma Conference sem virðist hins vegar ekki hafa verið haldin þetta árið. Þess í stað agitera fyrir Vínarborg. Þessi stóra kirkja, hún þarna niður í miðbæ og það eiginlega ómögulegt að taka mynd af henni því hún er svo stór og hún þjappaði inn á milli húsa. Að vísu þannig að hún kom fyrst og seinna húsin. Það sem ég ætla að fjalla í dag, það eru nokkrir ómögulegir áverkar úr Trójustríði, einn sögulegur áverki frá byrjun klassíska tímans, 500 fyrir Krist, eitt sögulegt fótarmein frá upphafi 11. aldar, eftir Krist, sögulegt fótarslys í mars 1687, skjóta þarna inn einnig glæru hvort að Napóleónsstríðin hafi eitthvað haft með Darius að gera og fjárkláðan ef að tími minnst til. Við ætlum að pæla dálítið í Homer. Þið þekkið Homer að það ekki. Hann er í Penguin Classics. Munið hvað sagði þetta? Hvað sagði þetta? Megas, drauga sjálfsmorði, 78. Tilvitnun í Illjónskviðu, sú fyrri fjallar bakholaðarhögg. Svo hljóðandi. Antilochus sætti lagi, þá þó hann sneri sér við, stökk að honum og hjó til hans og þverhjó í sundur holæðina sem liggur upp eftir endilengu bakinu og gengur upp í háls. Hann hjó hann þvert í sundur, féll þó hann þá flatur í moldina og breiddi báðar hendur móti vinum síni. Og af því að afmælisbarn morgundagsins gekk nú í latínuskólann í Reykjavík, þá er hérna komment sem þáverandi skólameistari þess skóla Kristján Ármannsson hefur skrifað. Holæðina sem liggur upp eftir endilöngu bakinu, ekki kannast líffærafræðingar nú við neina æð liggi upp eftir bakinu upp í hálsinn. Sennilega á skáldið við hálsæðarnar. Það er nú allt gott að blessa. Það er hérna, ég strikaði undir nokkur orð. Það er alltaf svolítið gaman að fara með læknum í gegnum gríska orðstofna. Ég hef reyndar aldrei prófað það á. Fleba, það er hæðin. Það er hérna, menn kannast við flebotomi og flebografi og fleira fleir. Nota, það er ykkurinn og menn muna eftir notokorta í fósturfræðinni. Allavega það er einn maður hérna sem að mann eftir því, hann kennir fósturfræði. Það er athyglisvert að nota þetta breytanlega, þetta bökin. Það stafar að bragfræðilegum ástæðum. Það er ekki með langt hér og noton sem er eintalan og þátt strax á eftir þetta, þá verður langt stutt sem gengur ekki í bragfræðinni. Það verður annarkvort að vera 2 löng eða langt stutt. Þannig er nú lífið. Svo er það
næsta tilfelli, það er fallin augu. En hins vegar, þetta var úr 13. þætti í Ljónskviðu þarna með holæðina, nú 16. þáttur, en hins vegar stökk Patroklos ofan á kerru sinni til jarðar. Hann hélt á spjóti í vinstri hendi, en með annarri hendi tók hann hrufóttan harðstein, sem hann mátti greipa yfir hendi sinni, spyrndi fótum við og kastaði steininum, fór steinin ekki til ónýtis og leið ekki á löngu áður en hann hafði mann fyrir sér. Og kom eggteinn í ennið á Kepriónes kerrusveini Hektors, hestunum stýrði, launsyni hins fræga Príamus. Marði steinin sundur báðar augnabrúnirnar og stóðst brúnarbeinið ekki höggið, hrukku þá út augun og féllu til jarðar ofan í moldina. Fyrir fætur honum hann féll, líkur kafhlaupara, ofan úr hinum rammgjörva kerrustól og var þegar dauður. Þá talaðir þú, Patroklos riddari, til hans, spottandi. Mikil undur, víst sá maður furðu léttur svo kollsteypir sér fimlega. Ef hann væri einhvers staðar úti á sjá á fiskimiðum, gæti hann, enda þótt mjög fast væri, hlaupið fyrir borð eftir ostrum og fætta því margan mann. Svo fimlega kollsteypir hann sér ofan af kerru á hörðum velli. Víst og góðir kafhlauparar með trójum. Einhvers staðar sá ég komment það að þessi áverki væri algjörlega óhugsandi. Að augun skoppuð út úr manni ef maður fengi högg á ennið. Ég veit ekki að Petron Marmaron, Petron allar stein. Marmaron, það er ekki marmari heldur, því þetta upphaflega kristölluð steintegund sem hefur hrjúft yfirborð og nokkra gatta. Seinna færði það merkinguna marmari. Nú, fyrir það sem heilbrigðismenntaðir hérna orðið ophthalmoi sem náttúrulega augu, vel kunnug, pódón, það hérna eins og pódiatri og þetta, það er fótpanna, þetta eignarfall flertölu. Og svo hef ég skrifað hérna undir Líbet Orstead Þimos, það ekki siður að gagnrýna Sveinbjörn Egilsson, en þetta þýðir orðrétt yfirgaf sálin beinin. Það sem að Sveinbjörn hefur freistast til þess að fara í fornsögurnar eina ferðin og var þá þegar dauður. Síðan hérna neðst á þessari slæðu velþekktur áverki þegar að Ódysseifur og félagar blinda Pólýfemus, kíklópinn í hellinum sem hafði lokað á inni og hann var heldur styrfinn í samskiptum, var búinn að éta 6 menn af félögum Ódysseifs. Þetta svo fræg saga að það þarf eiginlega ekkert að fara í hana. Það á við alla þessa áverka, það óþarfi að ræða meðferð við þeim í nútíma samhengi. En það var hins vegar ekki síður fræg saga í framhaldinu af þessum með blindun Pólýfemusar þegar Ódysseifur sleppur frá Pólýfemusi. Og þarna tankur við einhverja bryggju á Sikiley, þar sem búið að mála veggmálverk af því þegar Ódysseifur sleppur frá Pólýfemusi. Við Hómer hugsuðum okkur augað ekki svona, ekki að það kæmi út á stilk. En þeir höfðu sem sagt sett glóandi heitan staur upp í augað á honum og það kemur ágætlega fram. Hann bjargaði sér síðan út með því að hanga undir hrúti. Það mjög erfitt að hanga svona undir hrúti. En Ódysseifur var líka mjög vel að manni, alveg einstaklega. Það var alveg með ólíkindum. Á þessari mynd má sjá að risinn hefur á unga aldri nagað neglur og þessi, það svolítið vant að þetta kemur þarna á milli að það ákveðin kynferðislega skírskotun í þessari mynd. Það mikill sælusvipur á hópnum og það dálítið undrunarsvipur á Ódysseifur. Það átti sig ekki alveg á þessu. Næsta mál. Þetta það sem frá klassíska tímanum, byrjun hans. Daríus konungur mikli, hann ríkti yfir Persaveldi 522 til 486 og hér mynd af honum frá Persepólis. Hann lætur eftir sig líka skrifleg skilaboð í skarði sem heitir Behistúnskarði í Írak. Það pínlítið með Íran, pínlítið með ólíkindum að það sé til einhver bein tilvitnun frá sögulegri persónu. Við eigum ekki nein beinskrif frá Njáli eða Gunnari, en þetta til.
Hér verður lesin texti sem ungur maður í húsinu þýddi fyrir nokkrum árum. Það segir auk margs annars frá Demókritesi lækni. Demókrites hafði lent í þrælakistu Daríusar konungs fyrir að vera í slagtogi með meintum uppreisnarmanni. Ekki meintum, hann var uppreisnarmaður. Demókrites var þarna gleymdur og grafinn í þessari þrælakistu eftir að uppþolsmaðurinn hafði verið sleginn af. Hann var síðan grafinn upp úr þrælakistunni þegar það kom konungi vel og hefst nú lesturinn. Nú var það ekki löngu síðar að Daríus var á dýraveiðum. Hann hlaut ákomu á fót þegar hann stökk af baki, sneri sig harkalega svo að valan gekk úr liði. Valan í þessum texta heitir astragalos og það hefur verið í notkun stundum. Fram til þessa hafði hann lengst af haft þá lækna í kallfæri við sig sem fremstir þóttu meðal Egypta og lét nú sækja þá. En þegar þeir ætluðu að draga í liðin, voru þeir svo harðhentir að honum versnaði í fætinum. 7 daga og 7 nætur var Daríus vansvefta af kvölum, en á 8. degi leið honum þó sínu verst. Einhver hafði þá þefað uppi að í Sardis væri Demókrites frá Krótonu og sagði Daríusi allt list hans. Hann skipaði þegar að færa hann á sinn fund. Þeir fóru og fundu hann í þrælahópi Orotesar, öldungis gleymdan. Leiddu þeir hann fram dragandi á eftir sér hlekkina og tötrum klettan. Þannig fór hann í vitjun hjá Daríusi. Þegar hann stóð frammi fyrir Daríusi var hann þýfkaður það hvort hann kynni nokkuð í læknislist. Hann játaði því ekki, þar að hann óttaðist að ef upp kæmist þýddi það ævilanga útlegð frá Grikklandi. Nú kom í ljós að Daríus var ærið vanur refskákinni. Hann bauð þeim sem höfðu fylgt honum inn að sækja svipu og gadda. Þá játaði hann þegar í stað hver hann væri. Reyndar þóttist hann ekki kunna mikið til verka, en þó hefði hann lengi verið í slagtogi við lækninn nokkuð og fengið nasasjón á listinni. Eftir að honum var afhent málið, neytti hann hellenskra meðala og tók mjúklega á eftir fyrri offorslækningar, enda seig þegar höfgi á konung. Já, það má taka það fram að hann var í fangelsi í Sardis og konungur var í Súsuborg, sunnarlega í Íran. Sardis upp í norðvestur Tyrklandi, það minnstu kosti hálfsmánuð að ferð þarna á milli. Þannig að þeir það. Nokkru síðar batnar honum, þótt ekki vænti hann þess að verða heilfættur. Að launum gaf Daríus Demókritesi 2 gullhekki. Hann spurði hvort hann hygðist tvöfalda nauð sína fyrir að hafa læknað sig. Daríusi þótti svarið gott og sendi hann til kvenna sinna. Hann átti náttúrulega 7 eða 8 eiginkonur eins og þessum títt. Skyldu geldingar þeir sem honum fylgdu segja konunum að hér væri komin maður sem bjargað hefði lífi konungs. Hver þeirra dýfði þá skál ofan í gullkistu, þannig launuðu þær Demókritesi með svo ríkulegum gjöfum að fylgdarmaður hans, húskarl að nafni Skítón, safnaði talsverðu fé með því að tína upp peningar sem hruttu út af austurskálunum. Og Demókrites þessi hafði komið frá Krótonu og farið til vistarinn Polýkrapesi. Hann bjó með föður sínum í Krótonu, en sá var örskiptamaður á geði og heldur erfiður. Meðfram því að þeim linnti ekki, hafði hann sig á brott og hélt til Egginum. Það er Eyja. Fyrsta veturinn sem hann stansaði þar, þótti hann umfram aðra lækna í bænum. Þó skorti hann mjög tæki til læknisverka og átti í raun og sannleika engin lækningatól. Á öðrum vetur réðu Egginumenn hann fyrir vætt silfurs af almannafé, 3. veturinn Aþeningar fyrir 100 pund og 4. veturinn Polýkrates fyrir 2 vættir. Hér aftanmálsgrein sem reiknar þetta út. Eggina greiðir honum það bil 26 kíló af silfri, Aþena 43 kíló og Polýkrates 52 kíló. Hér gætir kímni höfundar yfir því hversu þýskulæknirinn efnast hratt og minnir á lítalækna nútímans. Þá þetta fyrsta frásögn heimsins af almanna læknisþjónustu. Þannig skaut hann upp kollinum á Samsey og voru læknar frá Krótonu ekki síst í hávegum hafðir hans vegna. Nú satt Demókrites í Súsuborg þar sem hann hafði svo kyrfilega læknað Daríus. Hann átti stórt hús og snetti við konungsborð, sem var einhver mesti heiður sem nokkrum manni gat lotnast í þá daga að snæða með konungi.
Það nú sennilega ekki fjarri lagi að geta átt við hann í dag. Að undanteknu leyfi til að hverfa aftur til Grikklands hafði hann allt sem hugurinn girntist. Þegar egypsku læknarnir sem áður höfðu stundað konung voru á leið upp á stjakann fyrir að standa hellenskum lækni ekki á sporði, dró hann þá undan sekt með bæn til konungs. Þá hafði spámaður frá Elum líka verið í fylgdarliði Polýkrates og var öllum gleymdur í þrælakistunni. Honum bjargaði hann einnig, Demókrites var í miklum metum hjá konungi. Þetta mun hafa verið uppáhaldsaftöku aðferð þeirra Persa, allavega mikið lág við, og setja staur upp í suðurendan á mönnum ekki svo langt að áverkin drepi þá, heldur leyfa þeim að hanga á störnum í nokkra daga þangað til þeir eru dauðir. Og Dracula greifi var þekktur fyrir að beita ýmsa sendimenn sömu taktík, en það hins vegar ekki talið góð latína að drepa sendimenn, en það önnur saga. Í nútímanum kannumst við meðferð við liðhlaupum á ökklasvæði. Það á að setja í liðinn svo fljótt sem auðið jafnvel án deyfingar, annars hætta á æðaskaða eða taugaskaða eða holdfúa handan liðhlaups sem þýðing mín á distal drepi heldur. Þessir aðilar eru yfirleitt fluttir á bráðamóttöku í einhverju formi og bæklingalæknar taka þá oftar en ekki að sér. Ég man eftir því þegar ég byrjaði á Slysó í Fossvogi, þá var Leifur Jónsson þar að vinna og kippti svona í fótinn á einum sem kom inn með þennan áverka og varð af öskur mikið sem heyrðist allan Borgarspítalann sem þá hét. Og hjúkrunarfræðingar staðarins höfðu heldur horn í síðu Leifs fyrir þetta tiltæki. En þegar Guðmundur Benediktsson gerði það sama við son einnar kellingar á Suðurlandi sem ég kallaði saumavélina, úti í móa einhver staðar sem hann hafði farið úr liði, þá var í sjálfu sér öskrið alveg jafn hátt, en það var bara miklu meira rými til að taka við í. Og svo þegar ég hitti þessa konu nokkru síðar, þá sagði hún, þetta hefði engin læknir geta gert nema Guðmundur. Og ég alltaf samþykkti það, ég tek alltaf undir alla vitleysu. Þarna á bakvið myndina stendur 11. aldar heldur. Þetta upp úr árinu 1000. Þórhallur Ásgrímsson hét maður, hann var frá Tungu sem seinna hét Bræðratunga. Hann var fóstursonur Njáls og hafði lært hjá honum lög, svo vel að ekki kunnu aðrir betur. Þórhallur átti bróður sem einnig hét Þórhallur og systur sem hét Þórhalla. Njáls brennaði nýafstaðinn og komið að því að rétta yfir brennumönnum á Alþingi. Þórhallur tekur fótarmein og því lýst í Njálu. Þórhallur Ásgrímsson tók fótarmein svo mikið að fóturinn fyrir ofan ökkla var svo digur og þrútinn sem konu lær og mátti hann ekki ganga nema við staf. Hann var mikill maður vexti og rammur að afli, dökkur á hár og svo skínslit, vel orðstiltur en þó skapráður. Hann var hinn 3. mestur lögmaður á Íslandi. Nú kemur að því að menn skyldu ríða heiman til þings. Ásgrímur mælti til Kára, þú skalt ríða til öndverðs þings og tjaldabúðir vorar og með þér Þórhallur sonur minn, því að þú munt best og hóflegast með hann fara þegar hann fótlami. En vér munum hans mest þurfa á þessu þingi. Með ykkur skulu ríða 20 menn aðrir. Eftir það var búin ferð þeirra og riðu þeir síðan til þings og tjölduðu búðir og bjuggust vel Síðan koma í sögunni langar lýsingar á brennumálinu, þar sem Mörður Valgarðsson aðal sækjandi. Síðan segir, nú líður þar til dómar skulu útfara. Bjuggu þeir sig þá til hvorir tveggja og vopnuðust. Þeir gerðu hvorir tveggja herkuml á hjálmum sínum. Þórhallur Ásgrímsson mælti, farið þér nú faðir minn að engu allæstir og gerið nú allt sem réttast. En ef nokkuð vandast í fyrir yður, látið mig vita sem skjótast og skal ég þá gefa ráð til með yður. Þetta ekki þannig að hann sé að þéra foreldra sína, þetta flertala yður, menn notuðu ykkur bara ef þeir voru að tala við 2 á tvítala. Þeir Ásgrímur litu til hans og var andlit hans sem í blóð sæi
en stórt hagl hraut úr augum honum. Hann bað þá færa sér spjót sitt. Það hafði Skarphéðinn gefið honum og var hinn mesta gersemi. Ásgrímur mælti, þeir gengu í braut. Eigi var Þórhalli frænda gott í hug, hann var eftir í búðinni og eigi veit ég hvað hann tekur til. Þórhallur sem sagt skilinn eftir í búð vegna fótarmeins. Það hlýtur að teljast órökrétt. Ef það var hægt að drösla honum frá Bræðratungu upp á Þingvöll, af hverju var þá ekki hægt að drösla honum 100 metrum lengra upp í brekkuna, þar sem þingið var haldið. En þetta þjónar auðvitað listrænum tilgangi í sögunni. Alltaf þegar vafamál komu upp, þá var sendur, það sem þeir kalla skilríkur maður, að spyrja Þórhall ráða. Þannig fjarstýrir hann sækjendum. Á endanum, eftir mikið jafl og jaml og föður, tekst Merði samt að klúðra málinu, þegar hann lætur 42 menn dæma í málinu, en ekki 36 eins og átt að vera. Var þá enn sendur maður að spyrja Þórhall hvort það væri hægt að redda þessu, síðan segir: Sendimaðurinn kemur nú til Þórhalls, Ásgrímssonar, og segir honum hvar þá var komið að þeir Mörður Valgarðsson mundu sekir gerðir allir en eitt öllu vígsmálinu. En hann heyrði þetta, brá honum svo við að hann mátti eigi orði upp koma. Hann spratt þá upp úr rúminu og þreim 2 höndum spjótið Skarphéðins naut og rak í gegnum fótinn á sér. Var þar á holdið og hveisunnaglinn á spjótinu því hann skar út úr fætinum, en blóðfossinn fellur og vogföllin svo að lækur féll eftir gólfinu. Hann gekk nú út úr búðinni óhaltur, þetta eru endorfínáhrif, óhaltur og fór svo hart að sendimaðurinn fékk ekki fylgt honum. Fer hann nú þar til hann kemur til fimmtardómsins. Þar mætti hann Grími hinum rauða frænda Flosa og jafnskjótt sem þeir fundust, lagði Þórhallur til hans spjótinu og kom í skjöldinn og klofnaði hann í sundur, en spjótið hljóp í gegnum hann svo oddurinn kom út á milli herðanna. Þórhallur kastaði honum dauðum af spjótinu. Kári Sölmundarson gat séð þetta og mælti við Ásgrím: Hér kominn Þórhallur son þinn og hefur vegið víg nú þegar og þetta skömm mikil ef hann einn skal hug til hafa að hefna brennunar. Það skal eigi vera, segir Ásgrímur, og snúum við nú að þeim. Var þá kallmikið allan herinn og síðan æft heróp. Og síðan gerist það náttúrulega sem frægt orðið og allir menn berjast á alþingi og lengi síðan. Ég hef sett þarna upp nokkrar myndir af absessum og ýmislegum bólgum á þessu svæði ganglins og ég hygg að fótleggur Þórhalls hafi líkst einhverjum blendingi af þessu. Nútíminn, svo við vitnum í nútíma meðferð, hann hefst við fall Konstantínópel 1453 og meðferðið absess á fæti eða fótlegg eða annar staðar. Það, eins og gamlu mennirnir sögðu ubi pus evacua, ef það er gröftu þá áttu að ná honum út. Síðan lagður keri, þeir hafa sennilega verið byrjaðar á því snemma, dren. Sýklalyf gefið í æð, þétt eftirlit. Þórhallur hafði ekki sýklalyf en hann veitti sér sjálfsinngrip. Með því að hleypa greftrinum út þá hefur það oft dugað, eitt og sér. Það er aðalatriðið, segja kirurgar. Ekki hissa á því. Nú, þá víkur sögu til ársins 1687. Tónskáldið sem lagið var eftir sem var að spila hérna við inngönguna í salinn, hann hét Jean-Baptiste Lully. Hann hét reyndar Giovanni Battista Lully. Hann var fæddur 28. nóvember 1632 í Flórens í Toskana og var af malaraættum, ekki málaraættum, malaraættum. Hann dó í París 20. og 2. mars 1687. Músíkmenntun hans var fransk-ítölsk, gítar, fiðla, tónsmíðar, dans og umfram allt hljómsveitarstjórn sem var honum að bana. Hann starfaði mest alla ævi við hirð Lúðvíks 14. Hann var kvæntur og átti 3 syni en var þó töluvert upp á karlhöndina. Lúðvík 14. varð af einhverjum ástæðum þreyttur á verkirni hans, einkum eftir að María Teresa dó 1683. Og hér mynd af, þetta eru nokkrar stillur úr kvikmyndinni Le Roi Dans, konungurinn hinn dansandi konungur. Þetta sést mjög illa, hann heldur hér á priki sem ekki alveg ólíkt göngustaf. Ætli þetta væri betra að, nei. Þarna sést hvernig hann heldur á stafnum, ekki satt. Hann heldur að þetta getur verið betra ef við slökum beigum ljósin.
og það er að sjálfsögðu merki sólkonungsins á stafnum. Ég veit ekki alveg hvernig stafurinn þarf að vera svona oddhvass, en hann pikkar stafnum niður og slær taktinn þannig og það virkar öðrum það eins og slagverk. Þessi kona horfir á eins og hún hefur von á einhverju slæmu. Þetta er náttúrulega bíómynd. Lillý stakk tónsprota eða staf gegnum fót sér hann stjórnaði hljómsveit í tilefni að því að Lodvík XIV hafði náð sér eftir skurðaðgerð. Það er svokallaður post-op-konsert. Síðan gerist það að hann stingur helvíti stafnum í gegnum fótinn á sér. Þetta er skórinn og hérna gengur stafurinn niður úr. Hann afþakkar aflimun vegna þess að hann var dansari og segir, þið takið ekki fótinn af dansara. Það er augljóst. Ég ætla að gera lítið hlé á ræðu minni og sjá hvort það er hægt að spila þetta. Spila þennan part. Dauðaatriðið. Relâche, attention. Non, monsieur, je vous conjure, lâchez-moi, si vous m'en faites pas, la gangrène va remonter jusqu'au cœur. og vera að sjá einhverjar sýnir. Það er heilmikið drama. Og eftir ég horfði á þessa mynd í heild sinni, ekki mæli ekki með að nokkuð að gera það, en það verður kannski ekki. Þarna er hann annarkvort að sjá sjálfan sig fyrir ungan mann eða einhvern áskrifn. Og þannig fór sjóferð þá. Við höldum áfram með fyrirlesturinn. Ég taki ekki fótinn á dansara. Svona leit kappinn út meðan allt lék í lyndi. Þetta er legsteinninn hans í kirkju sem heitir Notre Dame de Victoire de Paris. Ber ekki að rugla henni saman við Dómkirkju með sama nafni. Þetta er svona frekar stór, lítil kirkja í Vistakörfi. Nokkrar myndir þarna af drepi, þetta kannast nú margir við. Hann fékk brand eða átudrep, það er að segja gangrenn. Sennilega sinnuveitsbólgu með drepi, ímynda ég mér, það er þarna nekrotiserandi fasciitis. Sýkingin gekk til heila og hann dó, segir í textanum. Ég held að hann hafi verið með bullandi sepsis og með óráði. Það var sama niðurstaða að hann dó. Þetta er sinnafeldsbólga með drepi og ég ímyndi mér einhver líkamshluti Lillys kunni hafa litið svona út þegar leið á þessari helgi en 22. mars 1687 var laugardagur eins og þið sjáið. Það er svona dálítið leiðanlegt fyrir hann. Nú kemur innskotið sem var búið að ég var búinn að boða þetta innskot svona með nokkrum seningi. Hvort að Darius hefði getað fengið Lísfranka áverka? Svarið er líklega ekki, það var ekki sagt tog. Hann hnaut þegar hann stökk til jarðar.
En lífsfræng áverka var lýst eftir Napóleónsstríðið 1815 af skurð- og kvensjúkdómalækninum Jacques Frank de Saint-Martin hjá hermönnum sem féllu úr söðli og döngluðu með hestinum í ístaði nokkra hríð. Í grófum dráttum það harkalegur togáverki á rist. Það ekki verið að tala þessi 3 ristarbrot hérna fremst, heldur það sem innan sporöskunnar að gerast, það sem að samhengið milli ristarinnar og háristarinnar alveg farið úr greinum. Rofnar þessi liður hér og fleiri. Þetta nú ekki alltaf svona dramatískt þegar þetta greinist nú á dögum. Það má líka taka eftir því að hvað lífsfræng dapur á svipinn. Þið skiljið það í ljósi þess að þetta gínekólóg sem var að dufla við ortopedi. Það gerist varla verra. Járnkláðinn, loksins komum við til heimahagana, eða Njála var það náttúrulega líka. Hann orsakast af þessu litla dýri sem heitir Soroptes curriculi, við hann eru kendir soroptimistar. Soroptes avis líka óvis fyrir geði, það kinda. Óvis kinda og curriculus sem sagt kanína. Þetta eru náskyldir maurar og kindurnar klæjar svakalega, svoleiðis að það nuta sér til óbóta yfir hvað sem hvort heldur klettur eða grindur eða allt þar á milli. Nú á dögum lætur þetta ágætlega undan nokkrum sprautum af ívermektíni. Þó það væri ekki til árið 1879 þegar aðalkláðadeilan var, þá höfðu mönnum dottið í hug ýmis böð og þau virkuðu. Það bara tók afskaplega langan tíma að tróða því inn í hausinn á samfélaginu að menn eins og Jón Hjaltalín landlæknir og fleiri böðunarmenn gætu haft rétt fyrir sér og var búið að skera niður á mörgum bæjum áður en að sú tradísjón komst almennilega á. Þessi fyrirlestur var meðal annars haldinn í uppbót fyrir Geðlæknafélagið sem varð af lestrinum konur, læknar og aðrir minnihlutahópar í sagnaritun Heródótusar vegna Vínarfarar undirritaðs. Hann Óttar Guðmundsson hringdi í mig og bað með að tala á árshátíðinni. Ég hafði þá því miður á sama tíma og ég átti að vera þarna út í Evrópu að þvælast. Nú, ef mönnum þykir þetta ekki nógu vísindalegt, þá berast kvartanir til framkvæmdastjóra lækninga. Ekki meir það. Takk, carpe diem. Það ítreka að það var talað fasta. Þetta ítreka hann alveg til þess að alveg sem myndi þetta sem leik. Það byrja aftur. Það herra vegnum. Ég að komin í æfingu. En þannig, já, það kannski verður ekki með það. Annars þetta nú ekki fyrirlestur sem býður að fá mikið af spurningum og Eiríkur þarf að vera komin út áður en klukkan korter í 9, þannig ég var að fín. Það er mjög skemmtilega byrjun á föstudegi, verð ég að segja. En þetta síðasta maður alltaf best það sem kemur síðast. En sóloptimista, ég velt fyrir mér nafninu, þakka þér fyrir að skýra það. Já, það er Er það opinbera skýringin? Nei, þetta er opinbera skýringin, sko. Hitt ekki með P, þá er það kennt við systur. Þannig að það var smá ómálefnaleg nálgun. Já, já. Þeim að taka mjög veðilega fyrir en þess að engin þróun í ílum eða læknalækningum nema síðan. Það ekki alltaf einhver þróun. Það og ég náttúrulega fór ekki yfir það þarna þegar ég var að búa þetta til, þá hélt ég að ég yrði löngu fallinn á tíma, þannig að ég setti ekki inn glæru með meðferðinni þarna á tveim alvarlegustu afleiðingunum sem var minnst á, eins og til dæmis sinnafellsbólgu með drepi eða nekrotiserandi fasíð, þar sem þetta blendingur af kirurgíu, æði stórkallalegri og sýklega meðferð. Kannski má bæta við að aðalþróunin kannski verið svo
að menn lifðu af meðferðin eftir að samhendalæknir að koma til. Já. Það hafði ýmsa kosti. Það sé ekki að þetta var gott þetta. Ég held það. Takk fyrir.